En einungis þriðjungur þjóðarinnar ánægður með störf forseta Íslands, en forsetinn hefur aldrei mælst með minna traust í skoðanakönnunum. Gagnrýni á störf hans hefur aukist mjög eftir bankahrunið og þá ekki síst varðandi hlut hans í útrás íslenskra fyrirtækja og sambandi hans við útrásarvíkingana. Helgi hefur skoðað störf forsetans á síðustu misserum og í framhaldi af því ætlar Þóra Arnórsdóttir að ræða við þá Sigurð G. Guðjónsson og Pétur Blöndal sem fyrir fáum árum lagði fram frumvarp þess efnis að forsetaembættið yrði lagt niður. Ólafur Ragnar Grímsson hóf sitt 4. kjörtímabil í embætti forseta síðastliðið sumar eftir að hafa verið sjálfkjörinn í embættið. Ólafur hefur aldrei verið óumdeildur í embætti en vinsældir hans hafa þó alltaf verið mun meiri en óvinsældir. Þjóðarpúls Gallups frá aldamótunum síðustu gefur nokkuð glögga mynd af afstöðu þjóðarinnar til forsetans. Þannig mældust vinsældir hans í apríl árið 2001 74% en óvinsældir 12%. Sama má segja niðurstöður í mars 2004, nokkru áður en umdeild ákvörðun hans synjun fjölmiðlalaga var tekin. Þá mældist ánægja með forsetan 66% en óánægja 14%. Í janúar fyrir ári var svo aftur mælt og þá var ánægja með störf forsetans 87%, óánægðir voru einungis 5%. Á því ári sem liðið hafa þessar niðurstöður snúist við. Einungis 31% þjóðarinnar segjast nú ánægð með störf forsetans en 46% lýsa óánægju með störf hans. Þessar óvinsældir Ólafs Ragnars eru sögulegar að mati stjórnmálafræðinga sem Kastljós hefur rætt við og óþekktar í lýðveldissögunni. Það hefur enda gustað forsetan á liðnu ári. Gagnrýnisröddum hefur fjölgað á þáttöku hans í útrás íslenskra viðskiptamanna sem sumir hverjir skildu eftir sig sviðna jörð víða heim. Óumdeilt að forsetinn hefur breytt embættinu og nýtt það meira í að tala fyrir íslenskum viðskiptahagsmunum á erlendum vettvangi. Forsetinn hefur sjálfur svarað gagnrýni á breytingar á embættinu í viðtali sem tekið var í tilefni af embættistöku hans í ágúst síðastliðnum. Þetta má segja að forsetinn gæti svo sem ákveðið að sitja bara á Bessastöðum og lesa bækur og labba túnin og gá til veðurs og bíða bara eftir því að lögin berist frá þinginu. En ég ekkert endilega viss að þjóðin vilji þannig forseta. Gagnrýnin hefur nú á síðustum misserum mest snúist samband hans við hina svokölluðu útrásarvíkinga, hið svokallaða fína og fræga fólk innanlands og utan. Þannig sætti Ólafur gagnrýni fyrir að láta almenning greiðar tæpar 200.000 krónur fyrir uppihald í tengslum við heimsókn Mörtu Stewart hingað til lands fyrir ári síðan. DV fjallaði það þegar Marta, sem sögð var gamall vinur forsetafrúarinnar, dvaldi vikutíma í bústað forsetans við Laufásveg, auk þess sem hún sótti boð á Bessastöðum. Gagnrýnin snerist ekki síst þá staðreynd að árið 2004 hlaut Marta Stewart 5 mánaða fangelsisdóm í Bandaríkjunum fyrir ólögmæt viðskipti með hlutabréf. Ferðalög, veisluhöld og samskipti forsetan við forsvarsmenn íslenskra stórfyrirtækja hafa verið gagnrýnd. Forsetahjónin hafa til dæmis ferðast með einkaþotum íslenskra útrásarvíkinga en í viðtali við Morgunblaðið stuttu eftir embættistökuna síðasta sumar sagði Ólafur þetta þær ferðir. Varðandi það sem stundum sagt samskiptin við auðmenn eða þotulið, þá finnst mér það oft á tíðum vera slagorðakendar ýkjur. Þær ferðir sem ég hef farið með einkaþotum á undanförnum árum eru teljandi á fingrum annarar handar. Þessar ferðir forsetans voru þó aðeins fleiri. Fréttablaðið spurðist nýlega fyrir fjölda þeirra en þá kom í ljós að forsetinn hafði ferðast 9 sinnum með einkaþotum á árunum 2005 til 2008. Meðal þeirra sem flugu með forsetan á þessum tíma voru Novator, FL Group og KB banki. Frá því bankakerfið íslenska hrundi og hafnaði í fangi almennings í byrjun október hefur gagnrýni á þátt forsetans í útrásinni aukist. Hann hefur verið uppnefndur klappstýra útrásarinnar og ítrekkað hefur verið vitnað til ummæla hans sem þóttu lítið annað en gagnrýnislaus upphafning á útrás íslensks viðskiptalífs. Meðal annars þeirra orða hans að einn helsta kost Íslendinga í viðskiptum megi telja þann að skrifræði og reglugerðafargan stæði ekki í vegi fyrir djörfung okkar í viðskiptum. Fræg eru ummæli hans í hófi Avion Group sem hann seinna vitnaði svo í sjálfur. Þar sagði Ólafur og vitnaði til framtíðar útrásar íslensku viðskiptamannana You ain't seen nothing yet. Kostnaður forsetaembættisins hefur sömuleiðis verið gagnrýndur en samkvæmt fréttum Stöðvar 2 í desember á liðnu ári var kostnaður við embættið sagður vera 200 milljónir króna á ári.
Þar af væru símareikningar embættisins á 70 milljón króna og ristnufé 9 milljónir. Laun forsetans hafa verið 1800.000 á mánuði en forsetinn hafði sjálfur frumkvæðið að því að lækka þau 15% eða í rúma 1,5 milljón eftir bankahrunið. En það ekki síst atburðir í kjölfarið af þessu bankahruni sem beint hafa kastljósi að Ólafi. Síendurtekinn misskilningur milli forseta og blaðamanna, yfirrildi forseta og forsetafrúarinnar og ekki síst ásakanir hótanir Ólafs í garð sendiherra erlendra ríkja. Fyrst ber að telja viðtal við blaðamann þýskrar útgáfu Financial Times, þar sem haft var eftir Ólafi að Íslendingar myndu ekki greiða erlendum eigendum bankareikninga hjá Kaupþingi. Fréttin vakti gríðarlega athygli og ólgu í Þýskalandi og formaður skilanefndar Kaupþings sagði umræðuna hafa komið illa við störf nefndarinnar. Forsetinn taldi fullmikið lagt út af orðum hans í viðtalinu en í samtali blaðamannsins og Ólafs heyrist Ólafur ekki segja það berum orðum að Íslendingar muni ekki borga. Stuttu áður hafði breska ríkisútvarpið sagt frá því að Ólafur hygðist sjálfur í krafti embættisins höfða mál gegn breska heimsveldinu vegna beitingar hryðjuverkalaga. En mótmælti forsetaembættið og bar við misskilningi sem komið hafði til vegna ummæla Ólafs að íslensk stjórnvöld hefðu ekki útilokað lögsókn vegna beitingu hryðjuverkalaga. Stuttu síðar var svo birt viðtal við forsetahjónin sem vakti enn athygli. Þá tókust hjónin á aðdraganda bankarhrunsins og ekki síst hlutverk forsetafrúarinnar og skyldur. Svona var sagt frá samtali hjónana við blaðamann Condé Nast Portfolio í fréttum sjónvarps í byrjun febrúar. Blaðamaðurinn lýsir til dæmis þessu samtali við forsetahjónin á Bessastöðum. Ég hef lengi varað við þessu, fjármálahruninu, og ég sagði það í hvert skipti sem nýr banki var opnaður á undanförnum árum, segir forsetafrúin. Ólafur Ragnar Grímsson ekur sér í sætinu. Hann var þrátt fyrir allt oft viðstættur slíkar opnanir og stutti þær opinberlega. Já, Dorrit, en þú getur ekki látið hafa þetta eftir þér, segir hann. Hver segir það, segir hún. Ég segi það, algjörlega. Dorrit Musayev yftir öxlum og lætur dæluna ganga. Ég sagði við Jeffrey Sachs í hádegisverði hér árið 2006, segir hún og vísar til forstöðumanns jarðarstofnunar Columbia Háskólans. Getur þú ekki gert eitthvað? Getur þú ekki fengið alþjóðagjaldeyrissjóðinn til að komingað og athuga hvað að gerast hérna? Svipur Ólafs Ragnars stirðnar. Dorrit, segir hann og brýnir röddina. Þú getur ekki sagt þetta. Ég var að segja þetta. Já, en þú getur það ekki. Þú bara getur það ekki. Að þessum samræðum loknum lýsir blaðamaðurinn því hvernig Dorrit starir niður á diskinn sinn eins og skólastúlka sem hefur verið skömmuð. Í byrjun nóvember birti norska blaðið Klassekampen úrdrátt úr skýrslu norska sendiherrans á Íslandi. Skýrslan fjallaði fund sem sendiherrann átti með 13 sendiherrum og forseta Íslands í byrjun sama mánaðar. Þar var sagt að Ólafur hefði gagnrýnt Dani, Svía og Breta harðlega. Þessar þjóðir hafi þannig brugðist Íslendingum á ögurstundu að mati forsetans og þess vegna þyrftu Íslendingar að leita sér nýrra vina. Rússar voru nefndir í því sambandi og á Ólafur að hafa sagt að Rússum stæði nú til boða afnot af hinni yfirgefnu herstöð á Keflavíkurflugvelli. Ólafur svaraði í Kastljósi sama dag og fréttin birtist. Þessi fundur eins og honum lýst í skýrslunni var þetta alls ekki á þennan veg. Og auðvitað var ég ekki að bjóða Rússum afnot af herstöðin, en það ekki hvorki mínu verkarhing eða mínu valdi að bjóða slíkt. Miðjan febrúar birtist svo grein Eiðs Guðnasonar fyrrum sendiherra Íslands þennan fund, þar sem Eiður kvaðst sjálfur hafa séð skýrslu eins sendiherrans af fundirum og sú skýrsla rímaði við skýrslu þess norska. Skýringar Ólafs í Kastljósi væri þannig rangar. Við þessa upptalningu bæti svo gagnrýni einkum úr herbúðum sjálfstæðismanna af framgöngu forsetans í nýlegum stjórnarmyndunarviðræðum. Þá, líkt og í fjölmiðlamálinu, var deilt túlkun stjórnarskrárinnar eða öllu heldur verksvið forsetans. Já, og við sáum þarna hvað hefur gengið á síðasta árið eða svo eða síðustu mánuðina hjá forsetunum. Velkomnir Sigurður Guðjónsson og Pétur Blöndal. Forsetin hefur átt að vera sameiningartákn í gegnum tíðina, Sigurður. Er hægt að segja að eðli forsetaembættisins svona í ljósið sem hefur gengið á og svona þessara skoðanakannana sem sýna útfyrir að hans vinsældir hafa dvínað, er hlutverkið að breytast með breyttum tímum í lífi þjóðarinnar? Já, Ólafur Ragnar náttúrulega hefur á sínum forsetaferli breytt eðli og inntæki forsetaembættisins. Hann er til dæmis eini forseti sem hefur synjað lögum staðfestingar. Já. Hann hefur tjáð sig opinberlega við stjórnarmyndun og fleira og hann hefur verið virkur þáttakandi
í útrásinni og hann hefur reyndar beðist afsökunar á þætti sínum í því að því leyti sem hann hafi kannski gengið lengra heldur en kannski góðu hófi gengdi. Þannig að það tímarlaust, hann búinn að breyta eðli þessa embættis. Pétur, þú lagðir til á Alþingi árið 2004 einmitt eftir að hann synjaði lögunum staðfestingar en neitaði að skrifa undir fjölmiðlalögin að forsetaembættið hreinlega lagt niður. Hvers vegna? Já, sko, ég lagði reyndar á frumvarp áður árið 2000 að afnema skattfrelsi forsetans, en hann og kona hans voru skattfrjáls samkvæmt lögum. Mér þótti það alltaf óeðlilegt, það var samþykkt og eftir það borgar hann skattinn svo eru borgarar á Íslandi, nema náttúrulega sendiherrar og slíkir sem ennþá eru skattfrjálsir. Þú vilt breyta því líka? Ég gjarnan vildi breyta því, það er erfiðara. En svo fór ég þegar ég las stjórnarskrána og sá allt þetta og svo sá ég líka hvað embætti kostaði og þá sá ég að þetta var óþarft embætti því að hann er bæði fulltrúi framkvæmdarvaldsins og löggjafarvaldsins í stjórnarskránni og brýtur þar með þessa þrískiptingu valdsins sem ég hef verið alltaf upptekinn af og mjög upptekinn sérstaklega núna upp á síðkastið að við þurfum að gæta vel að því að sé skila með þetta þrískiptingu valdsins sem er því miður alls ekki. Og forsetinn er eitt af því sem að brýtur þetta. Svo náttúrulega Ólafur Ragnar, hann er náttúrulega mjög pólitískur maður og sá forsetana sem er pólitískaskur og leið og hann fer að tjá sig í pólitík eða svona meira, já, með viðhorf, þá kallar hann á umræðu embættið og sjálfan sig og hann kallar á gagnrýni sem að mér finnst mjög erfitt til þessu þingmaður að gagnrýna forseta. En þegar hann kemur einhver svona statement eða einhver yfirlýsingar þá neyðast stjórnmálamenn til að taka afstöðu til þess, hann neyðir menn til þess. En það endilega slæmt? Það er slæmt að því leyti að mér finnst hann eigi að vera sameiningatákn. Hann á að vera hlutlaus yfir deilur hafin og ekki með afstöðu til mála. Á hann þá að vera svona eins og hann var að lýsa gangum og gáti við og býð eftir að lögin komið frá þinginu? Ég segi nú ekki að forverar hans hafi verið þannig, en þeir voru miklu svona hlutlausari, þó þeir eflust að haft sína skoðanir. Þeir voru kannski ekki að flíka þeim. Og það er kannski munurinn. En ertu þá að segja að við ætlum að, ef við ætlum að hafa svona pólitískan forseta þá getum við alltaf lagt forsetaembættið niður. Já. En ef við fáum svona hlutlausan ljúfan einstakling að fá megið það svo sem vera þarna áfram. Já, bursið frá því þá tel ég að forsetaembættið sé bara ekkert í takt við karakter íslensku þjóðarinnar. Við viljum ekki hafa hérna kóng. Við höfum aldrei viljað hafa kóng. Þeir kóngar sem við haft í tíðina, þeim hefur verið þröngvað upp á okkur. Og ég held að Íslendingar vilja heldur ekki hafa þetta punkt, þetta prjál sem er í kringum embættið, sérstaklega bara síkastir. Og þessi dýrkun á flottheitum og allt líkt og í rauninni ójafnræði. Þegar maður sér forsetann ganga hérna með svona giltasnúr og ég veit ekki voðalega fínan, þetta er eitthvað á takti við hinn venjulega Íslending finnst mér. En má ekki segja það, Sigurður, að þetta sé svona arfur gamals tíma svolítið þetta forsetaembætti þegar við stofnum lýðveldi 44 þá er þetta svona kóngsímynd og hann hefur ekki mikil völd þó að það sé reynda deilt hlutverki. Það er þá ekki að skýra og skerpa hlutverki því að það er eitt sem stendur á pappír og annað sem að menn segja svona að það sé hefð og túlkun. Jú, það er alveg ugglaust rétt að það má skerpa ef að menn kjósa að hafa forseta og það er samkvæmt stjórnarskránni í dag er þjóðkjöri forseti og það er nú ekki kannski rétt hjá Pétri að hann sé svona þjóðinni finnst ekki skipta máli að kjósa forseta. Það hafa verið kosnir hér forsetar og það hafa verið 4 í framboði og mikill áhugi fyrir kosningum og það er mikill áhugi fyrir forsetaembættinu hjá fólki þegar forsetin kemur einhvers staðar og það má vel vera að þetta sé allt prjál og óþarfi og það er svo margt í samfélaginu sem er prjál og óþarfi. En einhvern veginn hafa menn og ákveðið að hafa þetta svona. En ég er alveg sammála Pétri í því, það getur verið velverið og er kannski nauðsynlegt ef á að fara að endurskoða stjórnarskrána, að þá sé rétt að skerpa á hlutverki forsetans og ég er líka, get alveg sammála Pétri í því, að það má kannski fara út í miklu betri aðgreiningu ríkisvaldsins heldur en er í dag
og kjósa þess vegna forseta sem velur ráðherra sem hafi ekki sæti á Alþingi, sko, ef menn vilja fara þá leið. Þá erum við raunin að tala forsætisráðherra í gildi, það að segja að forsetinn fái völd eins og í Bandaríkjunum. Já, en ég er ekki að tala mér finnst þetta ekki rétt hins vegar að forseti væri, sem gegndi því hlutverki sem forseti hefur í dag, væri forseti Alþingis. Ég vil bara að Alþingi hafi sína þingmenn, dómstólarnir sjáu sig og ráðherrarnir séu síðan bara þessi kosin forsætisráðherra, hann velur sér ráðherra og þeir þurfa bara að standa fyrir máli sínu gagnvart þinginu. Þá ertu í rauninni að tala að leggja niður forsetaembættið eins og það er. Ég meina, mér finnst þetta alveg koma til greina og vegna þess að ég er mikill þrígreiningar maður í eðli mínu. Má þá endanum segja að þið séu einhverju liti sammála? Við erum bara gjörsamlega sammála. Merkilegt hvernig menn geta mæst svona sitt frá áttum. Hinum megin, já. Ég held að ég tel til dæmis að forsætisráðherra og forseti Alþingis gætu skipt með þessi verkum nákvæmlega eins og gera þegar forsetin í útlöndum og forseti Hæstaréttar hugsanlega þessum þriðji aðili og einhver þeirra myndi þá kalla saman þing, sennilega forseti Alþingis, minnst það eðlilegast og leiða stjórnarmyndanir og annað slíkt, þannig að ég sé ekki einn vandkvæða því að það er mannskapur í þetta. Í þessi störf forsetans. En ég verið mjög upptekinn af því og sérstaklega eftir hruni í haust að skerpa á þessari tvískiptingu því ég held að sjá hvernig veila í kerfinu. Alþingi allt of veikt, það er ómikið ráðherraræði, það er ómikið flokksræði. Mikið verið talað þetta undanfarið. Já, og þetta er eitthvað, ég er nú að bjóða mig fram núna og ég ætla að berjast fyrir því bara, ég ætla bara að ákveða að breyta þessu. Ég vil breyta þessu, því að mér finnst þetta alveg ótækt eins og vinnubröðin á Alþingi, eins og í kynstum. Við erum með ólíkindum. En þá eru kannski farin að færa okkur frá umræðinu forsetan og forsetan? Nei, vegna þess að forsetin er líka, sko, hann brýtur líka þrískiptingu valdsins. Því hann er bæði, hann skipar embættismenn og hann undirritar lög. Hann er hvort löggjafi og framkvæmdaraðili. En nú, sko, eins og þegar við báðir komið inn að þá er Ólafur Ragnar tímalaust pólitískasti forsetinn og hann hefur breytt hlutverkinu og einmitt neitað að staðfesta lög og bara bent á bókstafinn og sagt víst, samkvæmt sko, stjórnarskrárlögum að þá má ég þetta og get þetta. En svo menn verið ósammála það einmitt. Það er ekki rétt í stjórnarskrárinu stendur að hann gerir til samning við erlend ríki. Já, einmitt. Hún er ekki dottið hugið það ennþá. Nei, ekki ennþá, en bókstafurinn er það. En það er annar ákveð sem segir tekur þetta allt og gildi. Með lesstjórnarskrána það er ekkert að markana. Fyrst er fullt að fórsetið með þetta að gera hitt, svo kemur eitt ákvæði sem segir það að fórsetið lætur ráðherra að framkvæma vald sitt. En er þá ekki þetta, sko þessi umræðum forsetaembættið og það hvort að það er að vera að fara eða hvort að ég breyta því í alvöru valdaembætti, er hún ekki mjög lituð af einstaklingum sem það og er búin að vera, núna á sinni fjórða? Ég hef reynt að halda því aðgreindu. Ég hef lesið stjórnarskrána og ég sé að þetta er veila. Já, en er hægt að halda því aðgreindu? Ég hef reynt að sjálfsögðu. Þannig ég ímynda mig hvernig þetta er að vera annar forseti, Vigdís eða einhver annar og ég sé þetta alveg jafn og óþarft þetta embætti hver sem gegnir því. Er hægt að aðskilja þetta tvennt? Já, það hefur náttúrulega ekki verið gert og Pétri kannski hefði tekist það, þá hefur hann ekki verið gert. Ég sagði ekki, ég hef tekist það, ég hef reynt. En sko, auðvitað er það svo að sjálfstæðismenn hafa verið andsnúnir forsetanum að megin hluta til síðan hann tók fram fyrir hendurnar á ríkisstjórninni 1. júní 2004. Já, þetta var nú alveg blóðu kosningabaráttu strax 96. Já, og hún var blóðu, kannski ekki blóðu, það var hörð kosningabaráttu. Birtar auglýsingar sem að... Já, og það sem að menn vildu ekki sjá hann á embætti, en hann var engu síður kosinn og hefur verið endurkjörinn og hann synjaði fjölmiðlalögunum og naut mikils hylli hjá þjóðinni vegna þess. Nú það er nú að gerast núna og við sjáum það í dag, þannig ég kannski er ekki ósæðlega hræddur við þessa skoðanakönnun fyrir hönd forsetans í dag. Vegna þess að við sáum fyrir nokkrum mánuðum að fylgi stjórnmálaflokkana fjórflokksins var nánast ekki neitt. Nú er fjórflokkurinn yfirgnæfandi í skoðanakönnun, það er að segja allir þeir sem ætluðu að fara og breyta samfélaginu með lýðræðisbandalögum einhverjum og borgaraframbúðum
þeir mælast ekki, fjórflokkurinn það sem ræður. Nei, munurinn kannski sá, stjórnmálaflokkarnir, þeir hafa alltaf sveiflast upp og niður en forsetinn hefur alltaf notið stuðnings meirihluta þjóðar. Já, hann hefur gert það en þessi fyrstu mánuðir þessa árs og síðustu mánuðir síðasta árs hafa verið forsetanum andsnúnir að andrægir og það má vel vera honum takist að vinna þjóðin á sitt band með einhverjum þeim aðgerðum sem hann getur gert á næstu mánuðum. Já, en það þá ekki einfallega vegna þess að hann var of náinn þeim sem að kenndur mörgu leyti bankahrunið? Ég held að sé kannski ekki hægt að kenna útrásarvíkingunum svokölluðu bankahrunið á Íslandi. Það er náttúrulega, við eigum eftir að fara aðeins yfir þess að hringja ekki seinna í þættinum hver ber ábyrgð og hverjir telja að aðrir bera ábyrgð og svo framvegis. Burtséð frá því að þá það náttúrulega þeir bera hluta ábyrgðina, við skulum ekki Já, ég meina margir ábyrgð og ég lýsti 30. október og ég bæri ábyrgð á þessu. Þannig að það hefur þetta slest á hann út af því að hann var mikið í tengslum við þá menn sem voru mest áberandi þegar Íslendingar töldu sig geta keypt heiminn og hann tók þetta þátt í þeirri umræðu mjög fjálglega og hann hefur sagt það sjálfur að hann hafi kannski gengið á langt. En hvað með þetta sem Pétur þú varst að tala um og þú reyndar líka að forsetinn svona kóngs í mynd að því leyti að hann ferðast landið og þar honum alltaf vel tekið og forsetafrúnni náttúrulega ekki síður og þannig hefur það verið í gegnum tíðina. Nei, þetta að breytast. Svona ópólitískt sameiningartákn. Ég meina Bretarnir þeir borga mjög mikið fyrir að halda uppi sinni konungsfjölskyldu en þeir fá hins vegar mjög mikla tekjur bara ferðamönnum sem vilja skoða hatlirnar og kaupa minjagrip og svo framvegis. Viljið þið kannski haldið það þess vegna? Mér finnst forsetið að þetta hafi breyst mjög mikið í tíð Ólafs Ragnars. Frá því að vera svona alþýðlegt heimili alltaf því. Ég var eins verkamar á Bessastöðum og þá búið inn í mat, ís á kartöflur, Kristján Eldjórn og mjög alþýðlegu forseti í það að verða svona eins konar ígildu konungs. Og það er eitthvað sem truflar mig sem Íslending. Ég vil ekki hafa konung. Of mikið snobb í kringum þetta? En ég þekki það ekki og mér hefur aldrei verið boðið í ísu og ég aldrei verið verkamar á Bessastöðum en ég held nú að alþýðleiki embættisins hafi nú kannski ekkert minnkað með tilkomu Ólafs Ragnars. Það sem auðvitað hefur gerst það að það er miklu meiri fjölmiðlun á embættinu síðustu árin hjá Vigdísi og náttúrulega öll þau ár sem að Ólafur hefur setið þannig að það er kannski hægt að bera Ólaf og Vigdísi saman sem forseta en þegar menn tala Ólafur sé pólitískari heldur en aðri forsetar það hefur ekki farin fram en greining á því en ef menn skoða ræður Sveins Björnssonar og ræður Ásgeirs Ásgeirssonar og það sem þessir menn voru að gera að því leyti sem það er til skráð þá voru þeir mjög pólitískir. En þú ert að segja að þjóðin hafi bara og fjölmiðlar hafi ekki velt sér upp í því eins og nú? Menn veltu sér ekki jafn mikið upp úr því og nú en þess að aldrei var það nú svo að forsetar tjáðu sig beint í mynd í sambandi við stjórnarmynduna viðræður. Það er til punktar í dagbókum Kristjáns Eldjárns, hann kom enda þetta bara eitt sjónvarp til að tala við og eitt ríkisútvarp til að tala við og 4 flokksblöð En það er mikill munur að skrifa eitthvað í dagbók hjá sér, heima þessu og læsa þeim með lykli eða fara með það í erlenda fjölmiðla. Já, en ég menna, ég er nú að tala íslenska fjölmiðla. Ég held að íslenski fjölmiðlamenn og fjölmiðlar væri óskaplega ósáttir við það ef forsetinn hefði ekkert til að tjá sig í sambandi við stjórnarmyndu, við erum bara að loka hurðina og sagt, nú ætlum ég bara að ræða hérna við formenn stjórnmálaflokkanna punktur og bast og búið. Ég sagði það betra en við tjáð dagbókið sinni fyrir þessu, eða treyst henni fyrir því. Fyrir stjórnarmynduna við ráðum? Já, yfirlýsingunum. Já, ég veit ekki það. Það er mín skoðun. Já, enda held ég að hann sé kannski ekkert sérstaklega ánægður með viðtalið í þessu bandaríska blaði, Og það viðtalið oft gjarnan mátt eiga heim í dagbók. Við sjáum hvað ný stjórnvöld og þau sem að búa til nýja stjórnarskrá gera við forsetaembættið. Kærar þakkir fyrir að vera með okkur, Sigurður og Pétur. Takk.